Sælir, menn, strákar, menn, hvernig hafið það í dag? Bara hljómandi gott. Herðu, þessi þáttur þá var að fara yfir eiginleikan sem alvöru menn eru með, sem eru með svona jafnari sýn á heiminn. En ég ætla að byrja að fara að segja frá 2 mönnum sem ég hef kynnst í lífinu. Og annar maðurinn er með jafna sýn á heiminn og hinn er með minni jafnari sýn á heiminn. Og fyrsti maðurinn, það er maður sem var í svona vinna hjá þegar ég var kringum 27-28 og án ég fyrir að vinna hjá honum þá var ég búinn að heyra af honum. Hann átti eitthvað fyrirtæki sem hann stofnaði og seldi síðan fyrir margar milljónir og eitthvað svoleiðis, eitthvað 100 milljóna og var búinn að stofna annað fyrirtæki og ég var að fara að vinna hjá honum. Og þessi maður voru svona harðstjóri. Það var svo harður en menn sem sagt mætt og seint, menn unnu illa eða voru svona haugar eða voru bara ekki að standa sig eftir hans höfði, þá horfði hann þá bara eins og voru aumingjar og hann skildi bara ekki af hverju menn getur bara verið svona miklu aumingjar í dag. Og þetta var reynda fyrir nokkur árum. En þegar ég byrja að vinna hjá honum þá er hann rosalega mjúkur maður og rosalega einlægur og mjúkur og skilningsríkur og er ekki svona eins harður og ég var búin að heyra að væri, svona harðstjóri og svona strangur eins og ég var búin að heyra af honum. Hann var þannig í fyrsta fyrirtækinu sínu sem hann stofnaði, en hitt fyrirtæki sem hann stofnaði eftir það var hann alveg búin að breytast. Hann var orðinn miklu meira skilningsríkur og ég fer í svona ákveðið þunglindi þegar ég er að vinna á honum og ég er svona dett niður. Og hann kemur til mín og hann segir við mig og hann sér að ég á eitthvað erfitt og staðan fyrir að vera harður og kalla mig aumingja og segja mig að það var að standa mig betur og eitthvað svoleiðis og þá fer hann miklu mýkra hlið á honum til mín. Og hann segir bara, veist að ég sé að þú átt eitthvað erfitt. Þú var búin að heyra því að þú varst að díla við þunglindi. Ég skil það ekki, ég get ekki sett mér þessu spór, en ef það er eitthvað sem ég get gert, hjálpað, eða þú þarft frí, láttu mig bara þá vita. Ég skal bara gera allt sem ég get gert til þess að það verður betra hjá þér. Þannig að bara orða svo næs að fá svona, hvað ég segja, skilning á þessu og hann var tilbúin að hjálpa og gera eitthvað, að leggja eitthvað fram til að hjálpa mér að koma mér á betri stað. Að það er ákveðin kostur að geta verið maður sem getur verið harður eða ákveðin og geta sett niður línunar, tekið skilur erfiðar ákvarðanir og líka á sama tíma sýnt auðmýkt, sýnt skilning. Og þó hann skildi ekki af hverju og svona átti erfitt að setja sér spor af hvað þunglindi væri, þá var hann tilbúinn til þess að aðstoða. En málega það að þegar hann var aðeins yngri þá átti hann dóttir og á dóttir. Og þegar hún verður eitthvað kringu 22 þá fer hún í rosalegt alvarlegt þunglindi. Hann var þvingaður til að sjá eitthvað hlið á málinu sem hann hefur aldrei séð. Og þetta er maður sem skilur þetta ekki. Hann bara er úr gamla skólanum. Ef þú þreyttur, latur, nennir ekki, líður illa, þá bara mætur í vinnuna og gera svo átt að gera, engan aumingiskap. En af því hann var þvingaður að sjá þetta á dóttur sinni, þá sá hann eitthvað hlið sem hann aldrei séð. Og þetta finnst mér persónulegt rosalega fallegt þegar menn hafa verið rosa harðir, harðstjórar, ákveðnir, en svo geta það líka verið rosa mjúkir. Mér finnst það svona kostur og það er kostur að geta gert bæði í einu. Svo er hinn maðurinn sem ég hef kynnst í lífinu. Það er ekki mikið en einhvað. Hann er svona kannski 60 að vera 70 og maður sem er búinn að gera góða hluti. Hann er búinn að ná langt og býr rosa og stóru og flottu húsi og börnin hans sem hann á og veist svona barnabörn og svona. Þau tala við hann en samt minna. Það er svona vilja lítið hafa samskipti við hennar mann. Hann er svolítið svona, hans leið er rétta leiðin. Hans skoðun er bara rétta skoðunin. Og hann á rosalega erfitt með að sjá annar manna hlið eða setja sér spór hjá öðrum eða skipta skoðun. Hún finnst bara hann hafa rétt fyrir sér. Og það veldur til þess að fólk og börnin hans vilja kannski ekki umgangast eins mikið og gera minna því. Og hann sennilega upplifa eins og vanvirðingu. Hann er búinn að standa sig vel í lífinu og gera góða hluti en einhvern veginn vilja fólk ekki taka mark á honum. Og ég held að frá mínu sjónarhorni er þetta að hann gerir sig ekki grein fyrir að aðrir eru eins og börnin hans eru bara með sín eigin skoðanir, með sín eigin álit og vil kannski fara aðra leiðir heldur en hvað honum finnst vera rétt. Og þannig að hann er mjög þrjóskur maður og erfitt að eiga samskipti við og ég hef unnið hjá honum nokkur verkefni og komið til hans og svo kom tímabila sem ég kannski var ekki alveg 100% að standa mig, sagðist alltaf mæta og mætti ekki og hann var rosa fljótur að fara bara í vörn, fljótur að vilja loka og þykir mann bara algjör aumingi.
án þess að eitthvað vilja skoða og aðtöða hina hliðina. Við sættumst alveg og allt góðu með það, útskýrum máli mitt og bara tók vel í það og bara virðingu fyrir því. Og ásnákur mér finnst þetta svona að skipta miklu máli að vera með jafna sýn á heiminn, og ég veit bara alvöru menn eru með jafnari sýn, er að þegar við verum eldri þá eigum við betri samskipti við börnin okkar, af því að ekki vilja skipta skoðun eða halda rosalega fast í sitt eigi álit án þess að vilja skoða annar mann álit eða skoðun er oft út af egóin okkar. Egóið vil ekki hafa rangt fyrir sér. Egóið vil ekki játa fyrir sjálfum sér að maður veit ekki. Þannig að núna ætla að segja ykkur af hverju sumir menn geta haft jafna sýn á heiminn og af hverju sumir geta bara alls ekki. Sumir menn, mjög fáir, vita það að geta skipt skoðun eða sé annar mann álit er styrkur. Að geta halda tveim hugmyndum, tveim álitum, sjá hlutinu frá annar manna sjónóni heldur en bara hjá sjálfum sér er styrkur. En margir upplega eins og það sé veikleiki, en það er það ekki. Og það tekur meira andlega á að halda tveim hugmyndum á lofti. Þannig að það er léttara að vera bara með eina hlið á málunu. Andlega, það er bara miklu léttara. Þannig að það tekur orku. Að halda það að hafa rangt fyrir sér sé veikleiki. Þeir halda það að ekki vita eitthvað, að þeir líta út fyrir að vera veikir menn. En það er ekki þannig. Það er styrkur að geta séð sjálfa sig hafa vitlaust fyrir sér og viðurkennt fyrir sjálfa sér, ég hafði bara vitlaust fyrir mér. Þeir horfa á þetta að breytum skoðun að þeir séu minni menn, en það er ekki þannig. Sem hafa haldið í sína skoðun í kannski 5 ár. Þannig að þessi hugsun að þurfa að breyta er svo vond fyrir á. Að þú ert búin að vera með eitthvað skoðun í 5 ár og svo kem ég og segir eitthvað annað álit eða segir eitthvað nýjar upplýsingar og þú tekur á móti þeim, að þessi hugsun að þú ert búin að halda eitthvað í 5 ár vitlaust, að það er svo sterkt hjá okkur að við reynum að neita því. Við reynum að ekki sjá sannleikann, að því við viljum ekki sjá það að við eittum 5 ár í eitthvað ranga hugsun eða hafa vitlaust fyrir okkur. Þannig að egóið okkar reynar að fela það. Ego reynar ekki að sjá það, af því þá þarf hann að viðurkenna að hann hafa vilst fyrir sér og við reynum að flýja það. Þannig að þú myndir þurfa að hugsa ef ég þarf að skipta skoðun eða skipta álit eða hvað mér finnst, þá var þetta bara allt bara eitthvað bull og vitleysa hjá mér. Það er svo erfitt, þess vegna gerum það ekki. Svo er það óvissu þol. Við erum með lítið þol að vera í óvissunni og þegar við þurfum að segja við okkur sjálfan, ég bara veit þetta ekki, það getur valdið kvíða. Það getur valdið óvissu og þannig að við reynum að forðast það, við reynum að sannreina fyrir okkur sjálfum að okkar skoðun sé bara rétt og alla annar mannar skoðanir eru vitlausar. Því við meikum ekki færi óvissuna, við viljum ekki fá kvíðan. Menn sem eiga erfitt með að skipta skoðun, þeir bara meika ekki þessa hugsun að hafa haft vitlaust fyrir sér. Þannig að heilin, egói, reynir að finna alla sannanir fyrir af hverju við höfum rétt fyrir okkur. Og stundum höfum við ekki rétt fyrir okkur. Stundum sjáum við ekki hvað sannleikurinn er að því að við erum meira að berjast því að reyna að hafa rétt fyrir okkur. Heldur en að reyna að finna út sameiginlega lausn eða reyna að finna út sannleikan eða sjá sannleikan í aðstæðum. Er þetta að gera það grein fyrir hvað er mikið styrkur að geta sagt bara, ég hafa vitlaust fyrir mér, ég bara sá ekki þessa hlið á málinu. Heldur en að reyna að halda fast í sína skoðun. Að það þarf alvöru menn til þess að geta gert það. Það þarf ákveðin styrk. Það geta að fara í óvissuna, fara í kvíðan og játa fyrir sjálfum sér að maður veit ekki allt. Þegar einhver er ósammála þessu mönnum, bara ekki sammála þeirra skoðun, þeirra áliti, þá taka þeir þessu eins og árás. Eins og að vera að gera árás á þeirra skoðun, hvað þeim finnst. Þau upplifa kannski eins og þeir séu heimskir, að þeir eru með eitthvað ákveðin skoðun. Þess vegna vilja ekki skipta skoðun, að þeir eru meira að pæla í þessu eins og þetta er þessi árás á þá. Og þegar fólk upplifa að þessi gera árás á það, hvað gera? Það fer í vörn og það reyna að berjast fyrir því sem það trúir á. Af því þeir eru upplifað þetta eins og árás. En þetta er ekki árás. Ef ég segi mína skoðun og þú segir þína skoðun, þá er bara að segja hvernig mér líður og hvað mér finnst og þú segir hvernig þér líður og hvað þér finnst. Og þar getum við unni og fundið sameiginlegan vettvang, sameiginlegan grunn, en að skilja hvern annan af hverju þú hugsa svona og af hverju ég hugsa svona. Og þá getum við fundið út betri útkomu.
ástæðan okkur við viljum halda fast í okkar skoðun, okkar álit, okkar upplifanir að við höldum að þetta sé sigur. Við höldum að við þurfum að vinna eitthvað, að við erum í keppni og við þurfum að sigra samræðunar, við þurfum að sigra að hafa rétt á skoðuna. En svo þetta snýst bara að mín skoðun, mitt álit sé rétt. Þess vegna vilja alltaf þræta við, þess vegna hafa ég líka erfitt með að skipta skoðun. Að þetta snýst meira að sigra heldur en að komast að sannleikanum. Þetta snýst meira að sigra heldur en að reyna að skilja hina manneskjuna. Og þetta bara varnarviðbrögð sem byggð á ótta. Ótti að líða eins og maður sé eitthvað minni, ótti að líða að maður hefur rangt fyrir sér, ótti að líða eins og maður sé kannski heimskur eða vitlaus. Þannig að við reynum frekar að reyna að sigra samræður þar sem við erum ósammála heldur en að finna sameiginlegan grunn. Ok, ímyndaðu kastala, risastóran, flottan, gamlan kastala sem rosa spennandi að kíkja hann inn í. Þú opnar dyrnar fyrir inn í hann kastala og vonast eftir að sjá eitthvað rosa fallegt og flott og gamalt og eitthvað svona fullt af herbyggjum og endalaust til að skoða. En svo kemur inn í kastalan og það bara 2 herbyggi. Herbyggi 1 þitt álit, þín skoðun, þín hlið á málinu. Og herbyggi 2 mín hlið, mín skoðun, mitt álit. Og þú ert inn í herbygginu og ég kem til þín og segi bara, herru vinnur, var til að koma inn í hitt herbyggi og skoða. Við erum með útsýnina yfir inn á lækinn og það sundlaugana og það risastór skógur sem við getum skoðað og það biljartborðana, bara geðið flott herbyggi. Það var mjög bjartan og mjög fallegt hann inni, bara eitthvað crazy herbyggi, risastórt. En þú situr í þínu herbyggi og bara eitthvað, nei, ég vil sko ekki fara í annað herbyggi. Ég búin að vera hérna í 5 ár og ég veit að þetta langbesta herbyggi. Og ég ekki sénsir að fara inn í þitt herbyggi. Ég bara enga trú á því að það sé eitthvað flottar og betra. Það mitt herbyggi bara flottar og betra. Þú þarft að sigra þetta, þú þarft að vinna og vill hafa rétt fyrir þér. Og svo líka, hvað ef þú myndir síðan koma inn í mitt herbyggi? Og þá þurftur þau bara, shit, ég búin að eyða 5 árum í þessu litla herbyggi sem ég satt í, sem var dimmt og kalt. Og eina sem ég hef þetta að gera að fara í herbyggi hliðina á mér til þess að upplifa geggja herbyggi. Meikar þetta sensi mér að segja. Og þó að þú komir inn í mitt herbyggi og bara, ok, þetta geggja herbyggi, rosa flott, rosa næs. Þú getur alltaf aftur fara inn í þitt herbyggi. Þú þarft ekki að vera inn í mínu herbyggi. Sem þýðir að þú getur alltaf skoða annar manna hugmyndir, skoðanir, álit, skoða, sé það og ef þú fílar það ekki, farið sann aftur í þína skoðun, þína hliðamálunu. Og þetta ákveðin styrkur að geta gert þetta. Og núna ég vil ímynda nýjan kastala, algjörlega nýjan kastala sem þú fer inn í. Og þetta þegar þú ert sammála fólki eða konum. Þú ert bara sammála öllu sem þau segja. Og þú ferð inn í þennan kastala og skipt ekki máli hvaða herbyggi, það eru 1000 herbyggjana og það eru fullt af herbyggjum hana og þú ferð inn í öll herbyggin og þau eru öll bara flott og fín og þú ert alltaf bara sammála manneskjunni. Alltaf sammála. Ferð með henni inn í eitthvað herbyggi, þetta flott herbyggi. Ferð með henni í eitthvað annað herbyggi, já, þetta fínt herbyggi, ég bara alveg sammála því, þetta bara ágætis herbyggi. Og það eru 1000 herbyggjana og þér finnst bara öll flott, öll æðisleg, geðið skemmtilegt. Og við eigum til með að gera þetta hjá fólki sem með sinn eigin kastala og sína eigin hugmyndir og pælingar og allt svoleiðis og skoðanir og vera sammála öllu. Og það oft gert að við erum að vilja manneskjan fílar okkur. Við erum að leita til samþykki, viðurkenningu eða bara manneskjan horfur okkur og líka vel við okkur. Það þýðir að þetta ekki þinn kastali. Þú átt ekki til þessu kastala. Þetta ekki þínar hugmyndir, þetta ekki þínar upplifanir, þetta ekki þínar skoðanir sem því þú átt ekki hennar kastala. Og þú átt þá engan kastala. Þú þarft að vera bara einhver annar manna kastala og það rosalega boring fyrir annað fólk. Þannig að vera alltaf sammála öllum getur líka verið boring. Þannig að við þurfum stundum að vera ósammála og segja bara að þetta herbyggi ekki nógu flott sko. Þessi skoðun þurfum eitthvað að skoða betur. Því í mínu kastala þá vera mjög öðruvísi. Viltu koma og kíkja inn í herbyggi inn í mínu kastala og sjá hvernig það það miklu skemmtilegar þar. Ég skal bara sýna þeirra. Ef eitthvað einn sem alltaf sammála öllu, ert ekki með þínu skoðanir, þitt álit, þá áttu ekki þinn kastala. Þá vantar þér kastala. Þú ímynda okkur 3. kastalan og það eru 1000 herbyggjan inni og þú ert búin að fara inn í öll
1000 herbyggin og þú þekkir öll 1000 herbyggin og þetta kastalan þinn. Þess að þú ert búin að skoða og kynna öll herbyggin, þá veistu hvað herbyggi eru skemmtilegust fyrir ákveðin moment. Þú veist hvað er best að vera á ákveðin momentum. Og fyrir annað fólk sem fær að komast inn í þinn kastala það miklu meira áhugavert. Þú verður miklu dýpri manneskja, þú verður miklu með dýpri hugsunahátt, dýpri karlmennsku og það mjög áhugavert fyrir aðrar manneskjur. Og ef þú ert að deyta einhverju konu, þá mjög áhugavert að þið geta endalaust að skoða eitthvað nýja herbyggi. Varstu búin að fara inn í þetta herbyggi, varstu búin að sjá hvað þetta cool og flott. Og þannig einhver hurð inn í herbygginu sem eitthvað svona leynuhurð, við skulum að skoða hana. Og þetta að vera með jafna sýn á heiminn, að geta opnað fyrir fleiri herbyggi og skoðað hluti frá fleiri sjónarhornum. Og svo ertu kannski með herbyggina sem lokað. Þú veist hvað inni, en það lokað. Og það fær engin lykilinn af þessu herbyggi. Þetta þitt herbyggi. Þetta þín verðmæti hver þú ert. Og þá ertu orðum pínu svona mysterious. Það rosa forvitnanlegt að vita hvað hann inni. Það fær enginn að vita. Þá ertu komið svona mystery hver þú ert. Þannig að þú ert alltaf að halda líka ákveðnum herbyggjum lokum fyrir annað fólk. Bara þínu skoðanir, þitt álit, þinn tími. En af hverju skiptir þetta svona miklu máli? Núna, þú með dýpri persónuleika. Þú fær jafnari sýn. Og þegar þú fær jafnari sýn á heiminn, þá þýðir að þú fær tilfinningastjórnun. Þú hefur kannski oft heyrt að menni að stjórna tilfinningunum sínum, en þú stjórnar þeim ekki með að ekki að finna fyrir tilfinningunum, heldur með að sjá aðrar hliðar á málanum. Að skoða fleiri sjónarhorn að einhverju viðfangsefni. Hvort sem skoðun, álit, upplifun, hvað fólk segir, hvernig fólk haga sér, af hverju. Þá fellur niður varna viðbröðin hjá okkur. Þá verður maður sem tekur ekki hlutunum persónulega. Þannig þú getur sagt eitthvað við mig sem á að móðga mig, gera mig reiðan, fúlan, sáran, en ég verði að teka ekki persónulega. Því ég skil að þegar þú ert að segja eitthvað neikvætt gagnvart mér, að þegar þér kannski líður illa. Þér leiði eins og ég kannski var að vaða yfir, eða ég bara ekki að bera nógu mikla virðingu til þín. Eða kannski sagði ég eitthvað við þig sem særði þig og ég var ekki að reyna að særa þig. Kannski ertu bara lítið glíðir og ég sagði eitthvað sem særði þig. Þegar ég man þegar ég var yngri, þá var ég lítið glíð mér og fólk sagði eitthvað við mig og það var ekki að reyna að vera vont eða leðilegt að reyna að særa mig, en ég vissi bara að ég var lítið glíð mér og ég tóku þessu eins og að vera að gera árás. Þannig að þá gæti ég hætt að taka þessu eins og árás. Því ég vissi að þau voru ekki að reyna að vera leðilegt eða vera vont að reyna að særa mig. Og þess vegna er þetta svo mikilvægt að geta opna fleiri herbyggi, fara inn í fleiri herbyggi, fara inn í kastalan hjá einhverjum öðrum og skoða hans herbyggi, og þá hættur að vera maður sem bregst strax við tilfinningalega árás. Það stundum það ekki árás. Þá ertu orðin maður sem miklu betri andlega jafnvægi. Og ég tek þessu dæmi með mannin sem ég sagði fyrst frá. Ef hann hefði ekki verið búin að opna eða sjá eða upplifa dóttur sína í þunglindi, ég hefði verið að vinna hjá honum, þá hefði hann kannski tekið þessu persónulega að ég ekki verið að kannski standa með vinnunni. Þá hann bara horft á ég var aumingi, latur, nenni ekki að vinna, væri bara að reyna að mæta í vinnuna til að fá pening og vildi ekki skila neinu frá mér. Og ef hann ekki skilið hvernig þunglindi virkar eða svona séð það ákveðin hlið hjá fólki þegar þunglind að það á miklu erfiðara með að mæti vinnu og gera svo hluti. Þá hefur hann bara verið vá maður, þessi gaur bara að reyna að mæti vinnunum til að fá pening, hann vil ekki standa sig, hann að gera hlutina illa. Þannig að hann tekið þessu miklu meira persónulega og eins og kannski árás að ég væri bara latur og vildi ekki standa mig, en það var ekki þannig. Þannig að sá hann eitthvað hlið, bara ok, það er eitthvað sem ég skil ekki, en ég ætla að reyna mitt besta í að gera það sem ég get gert til þess að koma stráknum aftur á sama stað. Og svo bara eftir smá tíma þá bara var ég komin á sama stað og bara gekk vel í vinnunni. Ég skal segja það svolítið, menn sem geta tekið betri ákvarðanir, tekið réttari ákvarðanir og tekið svona ákvarðanir sem leiða á betri stað í lífinu, eru menn sem geta viðurkennt að þeir hafðu vitlaust fyrir sér. Að þeir geta strax bara, ok, herru, ég hafa rangt fyrir mér, ég ætla að breyta skoðunni. Svo var hann, ok, þetta var vist aftur vitlaust, við erum að breyta þessu aftur. En menn sem getið þetta ekki, þeir vilja bara halda fast í sína skoðun og ekki breyta neinu. Og ég held að Jeff Bezos var eins og tala um þetta, fólki sem hefur ofta rétt fyrir sér, kringum hann var fólki sem var tilbúið ofta að hafa rangt fyrir sér. Því það sá strax að það var rangt fyrir sér og bara ok, ég skal breyta minni skoðun, breyta minni aðferð,
þetta var kannski ekki rétt að vinnu aðferðin sem ég átti að gera, ég ætla að breyta henni strax. En við viljum ekki breyta okkur. Af því að breyta eða viðurkenna fyrir sjálf okkar höfum rangt fyrir okkur, lætur okkur líða eins og þessi árás á okkar eigi sjálfsmynd. Og það er styrkur að geta gert þetta, ekki veikleiki. Og eins og félaga minn, hann var að segja mér daginn, hann elskar að hafa rangt fyrir sér. Hann var maður sem gat ekki viðurkennt að hann hafa rangt fyrir sér. En núna í dag finnst hann svona geggjað. Að því að samskiptin hans við fólki kringum hann er bara miklu betra. Hann gerir eitthvað og einhver bendur hann á og hann bara, shit, sorry, ég hafði bara vitlaust fyrir mér, leið mér bara laga þetta. Í staðan fyrir að áður bara, nei, ég hafði ekki vitlaust fyrir mér, ég gerði þetta 100% rétt. Þú ert vandamálið. Núna elskar hann þetta, þetta er besta sem hann gerir að hafa rangt fyrir sér. Og þegar hann sér hvað hann getur þroskast og lært og samböndin verða miklu betri. En hvernig byrjum við þá að byrja að opna fyrir hugan okkar, opna fyrir það að geta séð annar manna hlið. Og þá þarf þetta meðvitað fara úr þínu herbyggi yfir í herbyggi hjá einhverju öðrum, skoða og spyrja hann út í það og sjá hvað honum finnst hans eigið herbyggi. Áður en að þú svarar, áður en að þú myndar einhverju skoðun. Það er bara 3 setningar sem þú ert að spyrja sjálfa þig. Af hverju heldur þessi maður, þessi manneskja, þessari skoðun? Sjá hans hlið. Af hverju ertu inn í þessu herbyggi? Sjá hans hlið. Númer 2, hvað veit hann sem ég veit ekki? Og svo er setning númer 3. Hvað get ég lært frá honum? Hvað get ég lært frá þessu? Hvað þarf ég að læra? Þessi setning lætur þig læra miklu meira. Þú verður miklu gáðari, þú verður miklu betri að taka ákvarðanir. Þú sérð hluti sem aðrir sjá ekki. Hvað get ég lært af þessu? Af því egoið heldur að hann veit allt, en það veit ekki allt. Og hvernig lítur þetta út, eða hvernig er þessu upplifun? Hvað gerist? Ég skal koma með dæmi. Ég og þú eru vinir og þú kemur til mín og segir við mig, Pálmi, mér finnst þú vera rosalega leiðilur, mér finnst þú vera að skilja mig út undan og mér líður og mér finnst eins og þú ert að reyna að hunsa mig. Þú hringir aldrei í mig, spyrir mig aldrei hvort að ég vil koma með og þú ert bara að byrja að vera leiðilur vinur, Pálmi, meðan það er ekki leiðilegt að þér. Flestir myndi taka svo eins og árás, eitthvað til þess að reyna að sigra. Hann er að ráðast á mig, ég þarf að sigra þessa samræður. En það sem ég myndi gera er að fara inn í þitt herbyggi. Þannig ég myndi spyrja sjálf mig, af hverju heldur hann þessu skoðun mig? Af hverju heldur hann að segja ég sé leiðilur? Ego vil koma með svari strax, af því hann er að reyna að ráðast á þig, hann er að reyna að vera leiðilur. En svo myndi ég spyrja þig, af hverju heldur þessu skoðun? Af hverju heldur að ég vil ekki vera kringu þig? Af hverju heldur ég sé að reyna að forðast þig? Af hverju heldur að ég er ekki að hringi í þig? Af hverju heldur ég sé svona leiðileg vinur? Að ég hugsa með mér, hvað veit hann sem ég veit ekki og hvað þarf ég að læra frá þessu? Og þá reyna að spurja hann hverju þið finnst ég vera svona leiðilegur, að hafa ekki samband við þig. Og þú segir mér bara, ég hringi aldrei í þig. Ég tala aldrei og býði aldrei neitt með og hvað sem það getur verið. Það gefur mér tækifæri til þess að útskýra máli mitt líka. Þannig ég get sagt þér svolítið frá mínu herbyggi. Og það væri bara að því alltaf þegar ég hringdi í þig fyrir nokkur mánuðum, þá sagður alltaf nei þegar ég var að bjóða það með. Og svo þegar ég er að tala við þig og ég er að segja ég er að fara á jammið, ég er að fara á einhver bústað eða ég er að fara í bíó, þá spyrðu aldrei hvort þú mátt koma með. Þannig að ég held bara og álykta að þú hafðir ekki áhuga að umgangast mig. Ég held að þú hafði bara ekki áhuga að vera með mér. En þú varst aldrei að sína fram á það og vildir umgangast mig. Skilur núna að fara inn í herbergi hjá okkur öðrum, sjá hans hlið, hvað það getur hjálpa til í alls konar aðstæðum. Þetta virkar líka í vinnunni, sko. Þegar 2 menn vilja gera sikkur hugmyndina, hvor hugmyndin er betri, hvor hugmyndin aðferðin er sterkari, fljótari, einfaldari, ódýrari. Þannig að við þurfum að fara að þjálfa okkur í að halda 2 hugmyndum á lofti, af því að þetta getur verið andlega þreytandi að vera að halda 2 hugmyndum á lofti þegar við erum ekki vanir í. Það tekur á. Og svo er annað að hætta þessu allt eða ekkert. Þannig að þegar þú ert með eitthvað öðruvísi skoðun, öðruvísi hlið, hættu þessu að vera bara annarkvort ertu 100% þarna og ekkert þarna. Það er alltaf lægi að vera 10% hérna og 90% hérna megin. Það er alltaf lægi að vera 50% hérna megin og 50% hérna. Þannig að ef þú ert með eitthvað skoðun, eitthvað álit á einhverju, hvað 10% getur þú opna hugaðinn fyrir nýju upplýsingum til þess að sjá hina hliðina, til þess að sjá annar mann álit, sjá hina útkomuna, hitt álitið. Markmið er ekki að reyna að hafa rétt fyrir sér eða að reyna að sigra. Það er varna viðbröðin sem er að reyna að gera það.
Markmiðið að reyna að finna sameiginlegan grunn á vandamáli til þess að leysa það. Markmiðið til þess að reyna að skilja hinn einstaklingin til þess að taka betri ákvarðanir, og annað að seinka svör eða seinka álit eða skoðanum. Ef þú ert ekki viss eða þá þú ert 100% ákveðin að þetta sé rétt, að seinka hvað þér finnst hlutina og gefa þér rými til þess að hugsa og skoða annað sjónarmið, önnur hlið á málinu, og síðan svara einstaklinginum þegar þú ert að tala við eitthvað. Tala ekki að hittna leiknum þegar tveir að fara að rífast fótbollalið, báður pirra og reiðir. Stundum betra bara að sleppa eða bara seinka svörunum. Bara að ég ætla að hugsa aðeins málið, til að skoða sem þína hlið og sjá hvað mér finnst hana. Ég tala við á morgun. Ég skal bara segja einn sannleika við þig. Óöryggi menn dæma hratt. Þeir hlusta ekki og mynda skoðun áður en að hinn manneskjan klára að segja það sem hún ætlaði að segja. Alvöru maður þarf ekki að bregðast strax við. Hann hlustar, hann hugsar og hann þarf ekki að sigra til þess að fá virðingu. Af því að virðingin hans kemur að innan, ekki út af því hann með bestu rökin til þess að vinna eitthvað samræður. Þú getur annarkvort dæmt fólk eða skilja það, og þú getur ekki gert bæði. Konur treysta svona mönnum af því að hann hlustar áður en hann dæmir. Strákurinn dæmir strax, maðurinn hlustar, hugsar, tekur ákvörðun og síðan dæmir hann. Strákurinn, hann heyrir eitthvað, bara dæmir strax 1, 2, 3. En konur skynja þetta og það treysta mönnum sem hlusta, hugsa og mynda síðan ákvörðun. Þá þessi þáttur komin og bara takk fyrir það, og næsti þáttur þá ætlum við að taka hótanir. Ekki verkfæri sem menn nota.